beinni frá Alþingi, þar sem við ræðum svona hin ýmsu málefni á vettvangi þjóðmálanna og Alþingis og sem tengist störfum Alþingis. Og í dag fæ ég til mín góða gesti sem hitt þríeykið, eða svo má kalla, en það var stofnaður hópur samstæða smærri fyrirtækja og einyrkja í ferðaþjónustu til þess að vera svolítið rödd allra það litlu og meðalstóru fyrirtækja og einyrkja sem eru búin að vaxa og dafna undanfarin ár í ferðaþjónustunni en fá svo þetta mikla COVID-högg á sig og aðstæður fyrirtækja eru misjafnar og eftir stærð og tegundum, þannig að þeim fannst vanta rödd og stofnuðu þennan hóp sem að ég veit að hefur verið mörgum fyrirtækjum í ferðaþjónustunni mjög mikilvægur og það hafa náð góðum árangri og þau eru komin til mín hingað Laufey Guðmundsdóttir og Jóna Fanney Svavarsdóttir og þriðji í þríeykinu Reynir Már Sigurðsson sem var auglýstur og ætlaði að vera með okkur líka en hann komst ekki, þannig að við erum líka með Ólaf Pál Vignisson sem svona ráðgjafahópsins og líka ferðaþjónustuaðili og hefur starfað með þeim, þannig að verið velkomin og það er líka bara gaman að heyra þá bara aðeins í upphafi svona, hvernig fyrirtæki þið eru með og í hvað umhverfi þið hafi verið ef þú byrjar bara Laufey. Já, við erum á Hornafirði, við erum með ferðaþjónustufyrirtæki, við erum með allskynsferðir á jökla og undir jökla, ísella, snjósleða, jeppaferðir og svo höfum við aðeins verið að fara inn á Lónsöræfi. Og það auðvitað ekkert að gera hjá okkur frekar en öðrum í þessu. Við erum með fasta 4 til 5 starfsmenn og þurfum oft að bæta inn 7. og 7. svona eftir atvikum. Miðað við árstíma, auðvitað ekki neitt núna, en við höfum haldið öllu okkar fólki, ekki sagt neinum upp, en svona það fer að þyngjast verulega róðurinn hjá okkur eins og fleirum. Akkurat, hvernig staðan ykkur, Jóna? Við erum með ferðaþjónustufyrirtæki, við erum að selja pakkaferðir og ég hef nú gert grín að því og sagt að ég Ísland af Íslendingum svo allir útlendingarnir komist til Íslands. Við höfum mest verið að taka Íslendinga erlendis en líka eins verið að flytja hópa til Íslands og þetta í rauninni bara sama staðan þeir sem ætla að ferðast síðasta sumar færðu sig flestir yfir á sumar núna 2021 og ég veit í rauninni ekki hvað maður á að segja hvort að maður getur verið bjartsýnn fyrir þetta sumar að þetta eigi eftir að ganga en það náttúrulega bara frá því að þetta byrjaði þá náttúrulega höfum við ekki hreyft eina manneskju frá einum eða neinum stað, það bara 0. Já, Ólafur, þið fóruð þá bara aðalega, þú fórst bara í gamla jobbið aftur, lögmannsstarfið ekki? Jú, ég rek ásamt eiginkonu minni hótel á Hornafirði sem heitir Lilja Guesthouse, 26 herbergja jörðinni Hólabrekku þar sem ég ólst upp. Og við stóðum frammi fyrir því að í upphafi faraldurs að velta fyrir okkur hvort að við myndum hagræða með þeim hætti að við myndum bara fara all in í þann rekstur og starfa þar bara nótt sem nýtan dag eða kannski nýta okkar fyrir menntun og ég leysti út lögmannsréttindi mín og hef starfað sem svona lögmaður frá með seinni part sumars og hausti. Og Þorbjörg kona mín hefur verið í svona COVID-tengdum störfum, hún hjúkrunarfræðingur og lögfræðingur og hefur verið í smitrakningunni. Þannig að það var svona okkar leið að reyna svona að djögla þessu svolítið saman, að tryggja okkar persónulega fjárhag með því að takast á hendur önnur störf og reyna leið halda rekstrinum hinum gangandi samhliða og það hefur nokkurn veginn bara tekist. Þetta hefur náttúrulega verið mikið högg fyrir eins og alla og við lokum í raun eftir lok október og erum með loka núna og ætlum svo bara að sjá til svona hvenær aðstæður í rauninni leyfa það að opna á nýjan leik en við eins og allir aðrir við náttúrulega vitum ekkert vegna þess að það svo mikill ófyrirsjáanleiki í þessu öllu saman og hvort það verður í apríl, maí eða júní, það verður bara einhvern veginn framtíðin að bera skuti sér en við sjáum ekki fyrir okkar að geta opnað fyrir þá en mögulega með viðspyrnustyrkjunum að þá gæti maður
opnað aðeins fyrir og séð þá fyrir sér kannski einhvers konar viðhald og annað sem þyrfti mögulega að gera. En þetta mikil óvissa framundan engar síður þrátt fyrir að við séum kannski komin inn á þennan seinni hluta í þessum faraldri vonandi. Já, einmitt, þannig kemur einmitt inn á það að þið gátu farið þess að leiða að tryggja tekjur heimilisins á annan hátt og þetta mikið fjölskyldufyrirtæki og svona. Jóna, við alþingismenn fengum fyrsta tölvupóstinn frá þér þetta, þar sem varst búin að taka saman þetta allt saman, man ég, svona þessa stöðu og kannski segja okkur aðeins frá upphafinu af stofnun hópsins og svona hvernig ykkar upplifun var og hvað ítti ykkur á stað? Já, þetta í rauninni byrjar á einum pósti frá honum Reyni, þar sem að ég svara undir hjá honum að við verðum bara að taka okkur saman og safna saman og Reynir hann í rauninni grípur bara boltan svo svakalega vel að hann stofnaði þennan hóp og það fór að safnast inn í hópinn á mjög skömmum og hröðum tíma og ég segi svona við hann, þú getur gert mig að stjórnanda í hópnum líka, ég skal hjálpa þér við að samþykkja fólk inn í hópinn og áður en við vissum af þá bara þetta orðið að þessum stóra samstöðu hópi og við sjáum þarna Laufey þarna á ferðinni og ákváðum að biðja hana að vera bara með okkur og þannig sem sagt verður þessi svona eining okkar á milli til, sem sagt Reynir, ég og svo Laufey og við förum að spjalla þarna og náttúrulega bara inn í hópnum í rauninni líka og bara svona heyra hvað fólki finnst og þessi fyrsti póstur sem við sendum út, hann í okkar allra tryggja nafni fyrir hópinn. Hvað margir hópnum núna? Þetta sem inn í Facebook-hópnum. Já. Ég man það ekki, sér það Laufey, að ég með símann þá ég svolítið tækni. Já, það ekki, en þið líka að fá mörg 100 fyrirtæki sem skráð sig á sérstaklega lista hjá okkur, ekki? Já, síðan þetta vel rúmlega 300 fyrirtæki sem hafa skráð sig á svona samstöðu lista og það eru orðið tæp 400 held ég. Já, á listanum. Já. Það er ekki bara verið að koma upp í 400. Jú. Og þessi sem sagt nöfn fóru með þessum pósti, nöfn fyrirtækjana nota bene, þetta ekki einstaklingar, þetta fyrirtækin. Af því að svo eru náttúrulega kannski 2 og 3 og 4 og 5 á baku hvert fyrirtæki. Akkurat. Og þið gerðu könnun og ekki sem að þið voru að fá og Laufey, þú var nú fjallaðan þessa könnun áður. Könnun þar sem að kom svona hvaða var sem að fólk var að upplifa og hvernig það var að líða í þessu ástandi. Já, könnunin, við ákváðum að setja út könnun vegna þess að við höfum gert könnun hér, ferðamálafélagið hér á Hornafirði hafi gert könnun í samvinnu við sveitarfélagið og fleiri og það var í svona þegar fóru að líða á sumarið. Síðan var ekkert að gerast annars staðar. Þessi könnun var þetta ekki þannig, Jón, að einhvern veginn fyrir norðan var enginn að gera neitt eða einhver Reyni og enginn vissi neitt nema einhverjar sögur voru ægilega jákvæðni í apríl, þannig að enginn vissi stöðuna. Jú. Og það átti eitthvað að fara að hringja maður á mann og fara að taka stöðuna. Þannig að við ákváðum að gera þessa könnun og við fengum leyfi til þess að nota stóran part af könnun sem var notið hérna hjá Ferðamálafélaginu, uppfærðum hana örlítið og sendum út. Ég man ekki hvað var svörunin hjá okkur, 80%, ég man það ekki, það var 80% svörun. Niðurstöðurnar voru þær að fólk var í náttúrulega lausu lofti eins og við vitum, enginn vissi neitt framtíðina. Fólk vissi ekki hvað stjórnvöld voru að fara að gera. Allir voru að keyra inn í greiðsluvanda. Margir komnir í greiðsluvanda.
fannst þeir ekki hafa neina rödd í samfélaginu fyrir en að við byrjuðum og þar fram til göttunum. Núna svona hugmyndina og að setja út aðra könnun, við erum að ræða það hér til dæmis á svæðinu og ég ættir að ræða það svo við Óla Palla og Jónu og Reyni til að taka stöðun aftur, því að ég veit að fólk komið í, nú er greiðsluvandinn orðinn að skuldavanda. Þannig að við þurfum að taka stöðun aftur og það annað líka, við töluðum aðeins eða gáum fólki kost á að svara spurningum, ég man ekki, voru þetta ekki 6 stóra spurningar sem að fólk gátt svarað. Það var svolítið sérstakt að sjá að það var samhljómur í öllu svörunum. Það komu þetta mörg svör við stóru spurningunum, eins og ein spurningi skila okkur einhverjum 70 setningum eða 70 svörum, mismunandi svörum, en samhljómur er allir svo sami. Það er verið að skilja okkur eftir. Það er enginn að spekulur í því að innan okkar vébanda sem voru þá, þetta voru 251 fyrirtæki þá, voru 5.000 manns sem voru að fara á kaldan klakkan. Og ég hef grunum að það sé orðin staðan í dag að stór partur af þessu fólki komið á kaldan klakkan. Við höfum heyrt það alveg. Ok, við skulum fara aðeins betur en kannski eitt svona áður að finna svo aðeins betur út í einmitt stöðun í dag. Hann segir að hann reynir að sé 800 hópnum núna. Já. Hann fylgist með okkur hérna. En sko, Ólafur Páll, þá það einmitt svolítið þetta að það sem þú lögmaður og ráðgjafi, þetta ekki svolítið sem að líka eitt af þessum stóru atriðum sem vantar og fólk var fullt af einhverjum úrræðum svo sem í boði sem að hafa svo lagast og breyst, það eitt, hvernig þurft að laga þau og koma þeim til framkvæmda. En það líka bara fyrir fólk að átta sig svolítið á stöðuna og hvert það gæti leita því þetta var alveg ný veruleiki fyrir þið. Jú, ég held það nefnilega. Ég held að sé alveg rétt með þig hjá þér að þó það sé kannski einhver leyti fyrir þá sem lifa og hrærast í þessum veruleika og að skoða frá degi til dags að átta sig þannig og heilda samhenginu að það kunni vera kannski auðveldari fyrir við slíka aðila að þegar þetta svolítið svona út allt, úrræðin eru hér og þar, svo maður segja, þá ekki að tala gera lítið úr þeim og margir þurfa svona að fara í gegnum terminn lagatexta til þess að reyna að átta sig á samhenginu og leið þegar úrræðin standa viðkomandi til boða þá eru kannski eru þeir aðilar sem bjóðu upp á úrræðin, hvort sem það skatturinn gegnum Ísland.is eða aðrir slíkir aðilar sjálfir svona að feta sína leið og kannski átta sig á svona samhenginu nánast í beinni útsendingu að þá ef viðkomandi slíkir aðilar, sem maður segja, eru kannski að máta sinni í veruleikan og það tekur kannski tíma fyrir þá að átta sig á hlutunum, að þá gefur það auga leið að fyrir svona hinn venjulega aðila í þessum bransa að það getur þá reynst þrautinni þyngri nema þá kannski með tilheyrandi auka kostnaði og ráðgjöf annars staðar frá, sem það eru frá endurskoðunarfyrirtækjum eða lögmunum með öðrum ráðgjöfum. Og það líka kannski styrkur þessa hóps sem þau settu á laggirnar að þarna hafa menn kannski svona deilt sinni visku og kannski hjálpa hvert öðru bara af því allir eru í sama pakka til þess að reyna að svona skýra og skerpa á kannski réttastöðu viðkomandi og þannig menn getur svona máta sig betur inn í þennan veruleika. Og en núna til dæmis menn svolítið að bíða eftir því að tekjufallsstyrkirnir verða veruleika og það einhver forritunarvinna sem hefur tafið það okkar, svona samkvæmt okkar upplýsingum hjá skattinum og núna þetta svolítið bið og það eins og kannski Laufey nefndi áðan að menn eru svolítið mjög margir heyrir maður kannski standa bara það svona illa, ef svo maður segja, að hver dagur sem líður skapa kannski bara ennþá meiri örvæntingu hjá viðkomandi hópi. Já, þetta kannski svolítið staðan í dag að það búið að koma úrræðunum, það hefur kannski verið þau hafa verið aðlöguð einhver leyti eða einhver aðstæðum eftir einhver rödd heyrðust annað slíkt en það ekki komið til framkvæmda. Það það sem þeir upplifa í dag. Já, það má segja það og bara það að tekjufallsstyrkjunum var frestað eða umsóknarferlunum frestað frá með þetta upphaflega komið í gagn heldur 20. des eitthvað þar í kring og þar til eftir áramót og biðin eftir því reynist kannski mörgum aðilum
talsvert erfið. Fyrir utan það að viðspyrnustyrkirnir sem áttu síðan að taka við í framhaldinu og munu taka við í framhaldinu, þeir eiga held ég samkvæmt þessum upplýsingum ekki að koma í gagnið fyrir einhvern tímann kringum 17. janúar. En þá maður kannski pínulítið smeykur það að það tefjist þá líka því þetta skiptir máli fyrir þessa aðila að þetta haldi svolítið í hendur og svo að það verður raunveruleg viðspyrna að viðspyrnustyrkirnir komi sem fyrst til framkvæmda þannig að viðkomandi fyrirtæki geti svolítið spyrnt við fótunum og jafnvel ráðið til sín starfsfólk að nýju eða gert þær ráðstafanir sem þarf að grípa til og vera þannig tilbúin inn í sumarið þegar að því kemur sko. En hvernig hefur það eitthvað hjálpað í samskipti við lánardrottna eða bankastofnanir annað að lögin séu komin og þetta séu leiðinni eða ekkert hægt að allt frosið bara þangað til að hinn raunverulega niðurstaða komin? Já, ég held svoleiðis að þetta sé bara í frosti og fyrirtækin á meðan að þetta ekki komið, tekjufallsstyrkurinn ekki komin, það sést ekkert í viðspyrnustyrkinn. Við hringdum í skattinn og það var nú bara þegar við spurðum í morgun, þá sögðum við hvað með viðspyrnustyrkinn, hvenær kemur hann? Og þá kom bara svona viðspyrnustyrkinn fyrir keðu, já, og síðan kom bara löng þögn og þangað til að var sagt, já, hann bara í vinnslu og ekkert það meir. En á meðan að staðan þessi og þessi bið svona mikil, þá allt í biðstöðu og þeir sem eiga fyrirtækin og rekstraraðilarnir, þeir bara í því að slökkva elda. Það ekkert verið að fara í neina viðspyrnu á meðan þetta svona og það bara gengur meira á sjóði fyrirtækjana og síðan náttúrulega það sem gerist það að eigendur eru farnir að ganga á sína persónulegu sjóði líka og eru farnir að skuldsetja sig persónulega til þess að viðhalda fyrirtækjana og viðhalda innviðum fyrirtækjana. Og það náttúrulega rosalega alvarleg staða. Það sem að hefur líka... Það bara líða lengur. Já, og það sem hefur gerst að bankarnir hafa neitað fyrirtækjum yfirdrátt og bara það að framlengja yfirdrátt hefur ekki gengið upp. Það er mjög undarlegt að bankarnir skuli ekki einu sinni framlengja yfirdrátt. Tryggingafélögin, þau hafa ekki komið til móts við fyrirtækin því að ef að við skulum bara taka ferðaþjónustu bíl út á landi, ef þú leggir númerið til að spara í tryggingu, þá leggur inn númerið í nóvember og það kemur, og segjum bara hér á Hornafirði, ég legg inn númerið í nóvember og það kemur aftur skoðunarmaður í janúar. Ef ég fengi nú eitthvað að gera í millitíðinni þá hef ég ekki aðgang að númeraflötunum, þannig að það enginn að leggja númerin. Bílarnir standa 99% af tímabilinu, þannig að tjónaáhætta orðin nánast engin, en það engin afsláttur á tryggingunum. Þannig að það ýmislegt í þessu. Eins og Jónas sagði með yfirdráttina, það fyrirtæki sem að biður um 3 milljónir króna smávegis yfirdrátt, en persónan getur fengið, einstaklingur getur fengið yfirdrátt á sínu eigin nafni til að fara að lána fyrirtækjum sínu. Þetta er ekki sniðugt, sko. Hvað gerir fólk sem búið að byggja upp svona lítið fjölskyldufyrirtæki, með þá sér kennitölu, stendur frammi fyrir því að það að fara í vaskinn út af því að úrræðin sem búið að útbúið ekki að koma. Tekur það sénsinn á því þegar veit ekki hvað framundan í COVID-i að skuldsetja sig persónlega fyrir fyrirtækið eða lætur það bara fyrirtækið fara á hausinn. Þetta eru bara spurningar sem í höfðinu á fólki þessa dagana. Já, þetta greinlega kritiski tímar framöndan. Svo þetta spurninga með þessa upplýsingamiðlun og að ég nú búin að fá mikið á tölvupóstum undanfarið þar sem að við samþykktum á Alþinginu að framlengja svokallaða hlutabótaleið til 31. maí, en ég held að það standi hvergi inni hjá Skattinum Vinnumálastofnun neitt að það hefur verið gert, sko. Þannig að úrræðin eru greinilega orðið það mörg að stjórnvöld sjálfur á hann rugluð í þessu, sko. Þannig að hvaða fleiri úrræði þetta svona, þeir eru búin að tala hér mikið viðspyrnustyrkinn og tekjufallsstyrkinn.
Eru það svona megin leiðirnar í dag og einhver fleiri leiðir sem að gagnast frestun og skattgreiðslum eða einhver byrjar að ráða með greiðslustyrk til ráðninga og annars eins og Vinnumálastofnunar setja stað. Þetta eitthvað að gagnast ykkur? Önnur úrræði, ef við kannski gríp boltann á lofti, þá eru sum fyrirtæki sem hafa líka nýtt stuðningslán, en þó ekki öll af því þau hafa ekki gagnast öllum fyrirtækjum og sérstaklega þessum smærri fyrirtækjum þar sem kannski rekstrarkostnaður hár samanborið við launakostnað. En það hjálpaði og gagnaðist stórum hluta eða einhverjum hluta fyrirtækja í sumar að meðan ekkert annað var í hendi að grípa til stuðningslána. Svo eru það líka styrkir á uppsagnarfresti, þeir hafa gagnast sumum fyrirtækjum og þeirra sem hafa neyðst til þess að segja upp starfsfólki. Þannig að það má segja úrræðin séu svona að margvíslegum toga henta sumum fyrirtækjum betur en öðrum en þá kannski síst þessum allra minnstu og þessum einyrkjum. Ég verð nú bara að viðurkenna, ég svo sem hef ekki kannað þetta sem þú nefndir síðast með þessa svokölluðu ráðningarstyrki, en maður sá það kynnt þarna á blaðamannafundi í lok október, byrjun nóvember minni mig að þetta kemur til framkvæmda, en þetta eitthvað sem ég held að mörg fyrirtæki munu klárlega skoða og kynna sér, en ég verð að viðurkenna það, ég hef ekki kynnt mér þetta og ekki hreinlega bara vissi ekki af því að þetta væri komið til framkvæmda. Nei, ég segi það ráðningarstyrkina, það hefur líka alveg farið að maður ekki bara segja huldu höfði vegna þess að það var talað þetta, en síðan hefur ekkert verið auglýst eða ekki komið það að þetta sé komið til framkvæmda. Við höfum ekkert kynnt okkur þessar ráðningarstyrki en erum við ekki á þeim buxunum að fara að ráða inn fólk. Núna og þannig að ég veit ekki alveg hverjum þetta á að gagnast, þannig að ég ætla að taka fram, ég ekki að gera lítið úr þessu, en ég er svona aðeins að velta fyrir mér hver að fara að ráða inn fólk í okkar fyrirtækjastærð þegar að nú þegar byrjar að koma afbókanir á sumarið fyrir það sem var flutt frá í fyrra. Þannig að ég skil ekki alveg hvað fyrirtæki myndu fara að nota sér þetta. En við hefum ekki kynnt okkur þetta að þeirra einfalda ástæða, við erum ekki að fara að bæta við fólki. En talandi þetta, þannig að þú komst inn á Laufey, að það byrjaði að berast afbókanir hjá þeim sem að fluttu á milli, að því að nú staðan í löndunum kringum okkur kannski ekki mjög góð, þó við séum byrjað að bólusetja hér og margt bendir til þess að einhvern tímann á árinu verði orðið það stórt hlutfall af landinu. Þannig að hver staðan? Finnið þið líka eftir eftirspurn að fólk hafi áhuga bara leið og komið góð að fólk komi, eða fólk bara að fara að sjá að 2021 kannski ekki heldur vanlegt í ferðalaga, hver ykkar upplifun með framtíðin? Hvernig horfið þið á framhaldi? Mín upplifun það að fólk ekki að horfa 2021. Við megum ekki gleyma því að það venjulegt fólk út í heimi sem á ekki orðið mikið af peningu til að fara að ferðast. Auðvitað alltaf einhverju sem hefur fullt af peningum að geta ferðast. En svona almenningur ekki að fara að ferðast. Við sáum bara í fréttunum, ég var ekki í gær að ef við erum að tala bólusetningar og einhverju svona fyrirsjáanleika, ekki Japan til dæmis að fara að byrja að bólusetja í lok febrúar. Þú veist, þessi bólusetning áttir að taka allt árið fyrir allan heiminn og kannski vel það. Þannig að mín tilfinning svo að það verði þetta sumarið í sumar verði svipað eða jafnvel minna heldur en í fyrra sumar, því að nú erum við komið með helmingi erfiðari tegunda þessari veiru og allt komið hálfalið fjandast til þarna út í einum stóra heimi, En þetta nú mín tilfinning og svona þetta svona sem ég að fá á tölvupóstum til mín, fyrirspurnir hvað ég haldi og annað. Fólk almennt svartsýnt, Já, það þorir engin orðið að verða bjartsýnn kannski, af því það breytist alltaf eins og kom fram í áramótasköpinu. Já. En ég held einhvern veginn samt, mínu upplifun svo að það verið að passa sig að gefa ekki of miklar upplýsingar bóluefni eða væntingar fyrir en að það orðið í hendi einhvern veginn. Þannig að þessar dreifingaráætlanir eina sem gefið upp
og svo kannski getur þetta gerst hraðar ef að tekst að framleiða þetta hraðar eða koma fleiri inn á markaðinn. En svo það, hvað þurfum við stórt? Nú eru margir náttúrulega, það samt byrjað að bólusetja í mörgum löndum, byrjað að bólusetja í okkur og margir koma náttúrulega með mótefni. Við þurfum ekkert að fá stórt hlutfall til Íslands, að Ísland svo lítið í grunninn til þess að þetta. Þannig að ef sett upp einföld skimun á landamærum hér í maí, haldið að það myndi hafa mikil áhrif? Ég held sko, ef ég kannski grípa hana bolta, ég held að minnstu kosti að meðan staðan í heiminum ekki betur en hún að þá held ég að það, og ef við verðum ekki komið með sko nægilegt mikið magna af bóluefni hérna til landsins fram að þeim tíma, þá held ég að það kannski skipti ekki sko öllu máli hvort að vera einföld skimun eða hvað. Það sem hefði verið með gott var það, og maður hafði svona ákveðin fyrirheit og væntingar til þess þegar maður heyrði það kynnt í desember, að við myndum hugsanlega ná hérna hjarðónami, 60-70% íbúa bólusettir á fyrsta ársfjórðungi. Það hefði gefið okkur kannski það að við værum kannski fyrsta landi til þess að nokkurn veginn að komast í svona eðlilegt ástand vonandi eftir hennar faraldur. Við værum þá í rauninni orðið bara grænt land og kannski öruggur áfangastaður að ferðast til. Þá hefði kannski sko, þó maður svona telji að það verði einhvers konar takmarkanir á landamærum áfram, að þá kannski hefði maður getað opnað samt sem áður landið með einhverjum svona öðrum opna landi fyrir viðkomandi hópa og þá þeir sem hefðu bóluefni eða væri með mótefnisvottorð eða væri þá svona COVID-batnaðir gætu þá komið og ferðast. Það held ég geta skipt miklu máli, þannig við getum spyrt sko nokkuð hratt og vel frá þessum botni, þá hefði verið mjög ákjónsalegt ef þessi fyrirheit sem var gefin út í desember það við myndum ná hérna einhvers konar hjarðónami á fyrsta ársfjórðungi, það hefði getað gefið okkur gríðarlega mikið styrk inn í sumari en núna hefur það svona verið dregið svolítið tilbaka og slegið á þessar væntingar, þannig að maður hefur sko án þess að maður vilji vera svartsýnn, þá hefur maður samt pínulítið svona áhyggjur af því að ástandið verði nokkurn veginn óbreytt hvað varðar sko landamæra skimanir og einhvers konar takmarkanir hér innanlands þar til við náum þessu svokallaða hjarðónami og það svona kannski þetta að maður var mjög bjartsýnn í desember og svo kannski orðin bara pínlítið raunsær núna í janúar, þannig að þetta gerist sko svo hratt allt saman að svo getur vel verið að eftir janúarmánuð þá nái Kári og Þórólfur einhverju samningum með Pfizer það við fáum fleiri skammta og náum þessu hjarðónami eins og við vonumst til og þá kannski verður staðan allt önnur og betri en núna einhvern veginn vill maður sko eins og í gagnvart okkar og rekstri þá einhvern veginn erfitt að gera plön, við vitum ekki hvort við erum að fá kannski 1,5 mánuð af Íslendingum eða sambland af Íslendingum og erlendum ferðamönnum eins og síðasta sumar eða hvort það verði kannski einhvers konar stabilitet þó það sé ekki nema helmingur eða þriðjungur af því sem var sko hérna árið 2018 og 2019 en það einhvers konar stabílt, þannig við getum verið kannski með starfsemi frá með maí og kannski út árið. Við bara, maður veit það ekki ennþá og maður vonast til þess að það verði reyndin, að það verði meiri svona eitthvað konar meira stabilitet í þessu, af því að svo trúum maður því að leið og löndin í kringum okkur, Bretland og Mið-Evrópa og Skandinavíulöndin og jafnvel Bandaríkin ná betri tökum á sínum faraldri að það fer allur heimurinn í ferðalög. Ég held að það séu rosalega margir orðnir bara ferðarheistir og maður heyrir það bara í kringu sig á fólki sem maður þekkir. Þannig að maður heldur að það eigi við aðra líka sko í öðrum löndum. En staðan bara einhvern veginn grafalvarleg eins og núna í Danmörku, Bretlandi, Bandaríkjunum og öðrum löndum Evrópu. Þannig að maður veit þó að sko staðan hjá okkur sé nú bara þokkalega eins og hún þrátt fyrir það við samt með þessar takmarkanir að þá einhvern veginn held ég að það sé ennþá talsvert í það að við fáum að sjá hérna eitthvað magna ferðamönnum. Svo það nú líka eitt sko að hérna, ég ekki að tala um þetta eins og ég sé svona rosalega svartsýn, en ég segi eins og Óli, ég vil vera raunsæ. En máli það að ætla að vera bjartsýn fyrir sumarið, vorið og sumarið, það rosalega gott og hérna og frábært að ganga stútfullur af bjartsýni. Bjartsýni bara borgar ekki reikningan. Það staðan og hérna þannig að við þurfum að setja þetta allt í samhengi. Það ágætt að því vorum að tala um bjartsýni að því við vorum líka og ég var á þessum fundi hérna í morgun og gott vilja geta spurt þig um þetta.
við vorum að tala heilbrigðismál í sambandi við COVID. Það orðið vond staða hjá mörgum svona andlega heilsan og henni fer hrakandi og við erum velta fyrir okkur sko hvað áfallahjálpin? Við erum komið langt fram yfir það að vera með sko eldgos og flóð og alls kyns hörmungar. Hvar er sálgæslan eða geðheilbrigðismálin? Ef ég væri handleggsbrotinn væri ég komin í gifs, en mér finnst einhvern veginn lítið ból á hinu. Já, þetta mjög góður punktur hjá þér og ég hef aðeins rætt þetta þá sérstaklega varðandi framhaldsskólanemendunar en líka varðandi almennt að sko aðgerðirnar eru mikilvægari út frá heilbrigðiskerfinu og allar miðar eru út frá því. Og það eru náttúrulega farnar að þá skapa kannski líka einhver aðra áskorun fyrir heilbrigðiskerfi. Og ég tel þarna sé gríðarlega mikilvægt eins og þú segir og talar áfallahjálpin, ekki bara áfallahjálpin heldur sálrænu aðstoð út úr þessu og þá eigum við ekki vera fókusir bara á heilsugæsluna, bara á sálfræðinga. Ég held að verði bara svolítið að hafa svolítið svona bara hlaðborð af úrræðum sem fólk getur valið sér, sé aðgengilegt hvort sem það býr á Hornafirði, Sauðárkróki eða Reykjavík sko. Að þetta sé svolítið aðgengilegt og nýta þennan fjarfundabúnað og annað slíkt og út frá þessu hef ég pælt svolítið í því að vera alltaf að ræða greiðsluþátttöku sálfræðinga, greiðsluþátttöku þarna og setja hitt og þetta inn á heilsugæsluna. Ég held þessi bara svolítið mikilvægt að við tryggjum það að þessi úrræði séu svolítið einstaklingsmiðuð og hver veit hafi aðgangi að þessum úrræðum sem ég tel mikilvægt og í þessu sjónarmiði ég að koma með fyrirspurnir á 3 ráðherra einmitt þetta. Hverjir þessi hópar? Og kannski eins ykkur hópur einn af þessum falda hópi að þetta bara öflugt fyrir fólki business maður og það bara að reyna að bjarga fyrirtækjum sinni. Fólk kannski sér ekki þá andlegu áskorun sem það að vera að missa ævistarfið sitt, hafi ekki verið búin að vera í rekstri og haft vel í grautinu, allt í einu getur maður ekki framfleytt fjölskyldinu og annað slíkt sko. Þannig að þetta eru gríðarleg áföll á andlegu hliðina sem að gera og svo erum við með framhaldsskólanemendunar sem að fá ekki að mæta í skólan, kannski 66% sinni skólagöngu. Við erum með innflytjendunar sem eru að takast á við þetta að vera fjarri sínu stuðningsneti og margt svona. Þannig að mín fyrirspurn til þessara ráðherra, heilbrigðis, félagsmála og menntamálaráðherra á svolítið vera hvernig verið að vakta þessa hópa? Hverjir eru áhættu hóparnir og hvaða áætlun erum við með til þess að bregðast við sko? Ég held að þetta sé gríðarlega mikilvægur punktur sem að þarf að tala og verður hluti að því að vinna úr þessu miklu lengur heldur en áhrifu bólusetningarinnar sko. Mun þetta taka sko. Já, og það náttúrulega í ljósi alls þessa, þetta held ég bara mjög mikilvægt að horfa einmitt á þennan hóp eins og Laufey að segja, það þessi hópur líka varðandi til dæmis þess að bara sálargæslu, ef við að kalla þetta bara, já við getum kallað þetta sálargæslu, en þá náttúrulega þess þá heldur í ljósi alls þess að við erum búin að nefna núna, tafir í bólusetningu, minni líkur á því að 2021 gangi upp sem einhvern svona ferðaár og allt þetta. Í ljósi þessa alls, þá hlýtur það að vera þeim mikilvægara að drífa eins og tekjufallsstyrkinn í gagnið, að drífa viðspyrnustyrkinn í gagnið og svo annað sem að maður hefur ekkert heyrt af og það eru afborganirnar á til dæmis stuðningslánunum og afborganirnar á lánunum sem að fólk fékk úr ferðaábyrgðasjóði. Við erum að tala að þetta að koma inn núna til borgunar 1. mars og það ekkert að frétta. Nei, og þetta svona atriði verður við að tína upp og þingið kemur saman aftur 18. janúar og ef það þarf að bregðast við svona atriðum og þá mun þingið hafa svigrúm til þess.
Þannig að þetta eru líka mikilvægir punktar sem þarf að halda uppi. Af því að það svo, eins og við erum búin að fara yfir hérna núna að verða 40 mínútur, þetta mjög fjölbreytt og það mörg sjónarmið, þannig að þetta stórt verkefni og mun taka tíma og því mikilvægt mikilvægt að hafa fólk eins og ykkur sem heldur svolítið utan ykkar hóp og svo aðrir sem halda utan aðra hópa og öll þurfum að vinna þetta saman. Þetta samvinnu verkefni og skiptast saman á upplýsingum. Og mér finnst við að tekist ágætlega til hér í dag. Við erum búin að fara, og ef ég skil ykkur rétt, þá skiptir þetta mjög mestu máli núna að alveg óháð því hvað að gerast í bólusetningum eða hvort það sé að ferðamenn eða ekki, að það bara að fyrirtæki nái að fá þau úrræði til sín sem búið að samþykkja á Alþingi, að ná að vinnast úr því og það sé líka sálhjálpar atriði bara að það klárist. Og svo verður bara að koma og bíða og sjá hvort það verður bara ferðum innanlands aftur eða hvort að við getum farið að taka móti ferðamönnum. En stóra atriði núna að koma þessu stuðningi sem Alþingi hefur samþykkt til framkvæmda og þá getur fólk frekar verið tilbúið ef einhverjar staðreyndir koma fram, ekki bara væntingar varðandi ferðamennina. Þetta svolítið það. Eitthvað svona fleira sem þið viljið koma á framfæri svona áður en við látum þetta gott heitið hjá okkur í dag? Já, kannski, það búið að taka mjög góðar ákvarðanir og það búið að samþykkja og jafnvel breyta og bæta sem sagt aðgerðir sem eiga að geta henta rosalega mörgum. En það ofboðslega sorglegt að þetta sé að stoppa núna í kerfinu. Að aðstoðin sé að stoppa í kerfinu og má þá ekki bara tala það að þetta sé kerfisvilla. Við erum ekki að fá til okkar tekjufallsstyrkinn. Það var sagt það að vera hægt að afgreiða fyrir jól. Nú það 10. janúar. 10. janúar næsti sunnudagur. Kemur hann 10. janúar eða getum við sótt 11. janúar eða átt eftir að frestast ennþá meira. Það ekki einu sinni komið neitt viðspyrnustyrkina inn á síðuna, heimasíðuna hjá skattinum og ef maður hringir þangað þá enginn sem getur svarað okkur einu eða neinu viðspyrnustyrki. Þannig að erum við ekki bara föstirni í einhverju kerfisvillu, þarf ekki að fara kíkja eitthvað á kerfið og ég veit ekki, embættismannakerfið, af hverju erum við svona föst, af hverju þessi aðstoð ekki komið til fólksins? Já, þetta eru spurningar sem við þurfum að kalla eftir bara núna og ég mun óska eftir svörum Laufey, þú nú alveg potið með eitthvað góð lokaorð. Ég var að vona að Óli ætlaði að taka þau. Já, hann fær líka, hann kemur svona punktin yfir í. Reynir var að skrifa hérna inn á, hann kannski með ágættis lokaorð líka vegna þess að eins og hann skrifar hér, við óskuðum ítrekað eftir því við stjórnvöld að það væri áríðandi að hraða aðgerðum. Við báðum það að aðgerðum yrði hraða. Laufey sagði, fólk margir komnir hérna og eru bara illa staddir, jafnvel sálarlega. Fólki að barmi gjaldþrots, andlega og fjárhagslega. Akkurat. Já, við getum líka bara lokað svona. Ég held að þetta sé bara staðan ef maður sé eitthvað sem þið viljið segja á lokum. Þá bara þakka ykkur alveg kærlega fyrir þennan þetta upplýsandi spjall. Og við verðum bara áfram í góðu sambandi og fólk getur haft samband ef það eitthvað. Já, ég þakka kærlega fyrir þennan fund. Já, nú byrjum við aftur að láta ófriðlega. Við tókum okkur of langt jólafrí. Það augljóst og meiri sé að við 4-5, við töluðum þetta saman í jólinn, svo merkilegt. En nú verðum við bara aftur að gefa í og láta ófriðlega og sjá hvort að það sé virkilega það sem þarf til þess að koma þessi í gang. Já, þið hafið búin að koma fulla orku eftir jólakvildina, þannig að við viljum líka þakka kærlega fyrir honum Andra Stein Hilmarsinni sem hjálpaði okkur við þessa útsendingu og stýrði henni. Svo sé ég bara góða stundir og takk kærlega fyrir.